Komið sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og ég er verkefnisstjóri starfsmenntarhluta Erasmus+ áætlunarinnar. Þetta myndband er gert fyrir verkefnastjóra náms- og þjálfunarverkefna á sviði starfsmenntunar, þá aðila sem er að hefja framkvæmd verkefna. Áhersla er lögð á samning Landsskrifstofu og stýristofnunar og þau skjöl sem verkefnisstjóra ber að gera vegna starfsþjálfunar, nemenda og starfsfólks. Verkefnisstjóri, sem við köllum gjarnan stýristofnun, ber ábyrgð á því að verkefni sé vel framkvæmt. Hann ber ábyrgð á undirbúningi og eftirfylgni, einnig dreifingu og kynningu niðurstaðna og góðri fjármálastjórn verkefnisins. Hann útbýr og skilar milliskýrslum eða framvinduskýrslum og lokaskýrslum og hann hefur samskipti við Landsskrifstofu og þátttakendur. Landsskrifstofa mælir eindregið með því að starfsmenntaskólar og stofnanir vinni stefnu alþjóðastarf. En það er mjög góður leiðbeiningabæklingur sem heitir Go International sem er á heimasíðu Erasmus+. Samningur Landsskrifstofu og stýristofnunar er rammi verkefnisins og verkefnisstjóra ber að framkvæma verkefnið samkvæmt þeim aðferðum sem lýst er í samningnum. Verkefnastjórar verða því að þekkja hann vel, bæði regluverkið og sína ábyrgð eins og henni er lýst í samningnum. En samningurinn samanstendur af hluta 1 sem heitir Special Conditions og eru sértækar upplýsingar hvers verkefnis sem er staðfest með undirskrift og síðan viðaukanum sem hér kom á eftir. Fyrsti viðaukinn er það sem heitir General Conditions, en það er í rauninni almennar reglur Erasmus+ verkefni. Þennan hluta samningsins finniði á heimasíðu Erasmus+. Síðan kemur í viðauka 2 lýsing verkefnis, fjárhagsyfirlit og listi samstarfsaðila. Og lýsing verkefnisins er í raun og veru umsóknin. Það þýðir það að umsóknin er orðin hluti af samningnum og verkefnisstjóra ber að framkvæma verkefnið eins og útskýrt var í umsókninni. Síðan eru það fjárhagsreglurnar sem eru mjög nákvæmlega útskýrðar og við mælum með því þið skoðið og þekkið mjög vel og ég vil notið þennan hluta eins og handbók vegna þessi mörgum tilfellum þá eru spurningarnar sem þið hafið eða svörin við spurningunum sem þið hafið eru mjög gjarnan í fjárhagsreglunum. Nú síðan er listi styrkupphæða sem að gilda í verkefninu, mandates í einstaka tilfellum það er þegar er að ræða samstarfsnet og síðan mikilvægur hluti varðandi framkvæmd verkefnana eru form fyrir samninga milli sendistofnunar og þáttakanda og við förum vel yfir þennan hluta á eftir. Það er fjallað greiðslur og skýrslur í Special Conditions hluta samningsins og þar kemur meðal annars fram hvernig greiðslum er háttað til stýristofnana en almenna reglan er svo að því að séu greidd 80% í upphafi og síðan 20% við afgreiðslu lokaskýrslu. En í mörgum tilfellum eru frávik frá þessari almennu reglu og þau byggja í raun og veru á styrkupphæð og lengd samningsins og það er mjög mörg verkefni sem að fá aðeins greitt 60% í upphafi, 20% á miðju tímabili og 20% í lokin. Og þið þurfið í raun og veru að skoða ykkar samning og skoða fyrirkomulagið sem á við hjá ykkur. En lokagreiðslan, hún er greidd eftir að búið að afgreiða lokaskýrslu. En skýrsluskilin eru 60 dögum eftir lok verkefnisins og síðan hefur Landsskrifstofa alltaf 60 daga frá móttöku lokaskýrslu til þess að afgreiða lokagreiðsluna. En lokaskýrslunar, þær eru metnar og þær þurfa að fá yfir 50 stig í mati og ef þær fá það ekki að þá ber að skerða styrkin. Í þessum hluta samningsins er líka fjallað eftirlit sem að Landsskrifstofu ber að viðhafa og verkefni sem fari í eftirlit eru valin á handahófi og það er mismunandi tegundir af eftirliti. Það geta verið allt frá einföldum stuðningsheimsóknum í eftirlitsheimsóknir á verkefnatíma og eða eftir að verkefnatími er lokið og stundum að ræða að óskað er eftir auknum fylgigögnum með lokaskýrslu. Skýrsluskil eru einnig útskýrð í samningnum, en flestar skýrslurnar eru gerðar í Mobility Tool, það er umsýslukerfi verkefnana. Hérna að ræða þáttakandaskýrslu eða könnun sem allir þáttakandir eiga að gera og þeir ber að skila sínum skýrslum innan 30 daga frá heimkomu.
Síðan það framvinduskýrslu sem reyndar ekki gerðar í Mobility Tool, heldur fáið þið send einföld skjöl sem þið þurfið að fylla út þar sem það á við, en framvinduskýrslu þurfa bara þau verkefni sem gilda í 24 mánuði að gera og þau eru gerð á miðju tímabili. Það framvinduskýrslunni þarf að skila eftir 1 ár og 1 mánuð sem þið hafið til að vinna skýrsluna frá upphafi verkefnisins. Lokaskýrslan, hún síðan gerð 60 dögum eftir að verkefni lýkur. En bæði lokaskýrsla og framvinduskýrsla eru annars vegar yfirlit framkvæmd verkefnis og hins vegar fjárhagshluti. Og aðeins varandi fylgigögn með lokaskýrslu að það útskýrt í hverju sinni hvaða fylgigögn. Það geta verið staðfesting á dvöl, samningar við þáttakendur, samkomulag þjálfun og greiðslukvittanir og almenna reglan og bara mjög mikilvæg regla svo að skipuleggja öll þessi skjöl mjög vel og hafa þau tiltæka til athugunar sem að gjarnan getur komið til. Allar lokaskýrslur eru metnar af Landskrifstofu og það athugað hvort verkefni hafi verið framkvæmt eins og útskýrt var í umsókninni. Önnur mikilvæg atriði eru þessi, það gæði ferða og áhrif á þáttakendur, það stuðningur við þáttakendur, það áhrif á þáttakendur og stofnun og síðan greiðslur til þáttakenda að þær séu gerðar í samræmi við reglur. Og þá komið að fjárhagsliðum og þeim reglum, en ég vil byrja því að minna á það að í þessum verkefnum styrkir veittir í einingum, svo kallir einingastyrkir, og þeir miðast við það sem gert en ekki hvað hlutirnir kosta. Síðan það umsýslustyrkur eða organizational support sem 350 € fyrir hvert þáttakanda, en hann veittur stýristofnun fyrir að stjórna verkefninu fyrir undirbúa ferðir og styðja við þáttakendur. Ferðastyrkinir, upphæð ferðastyrksins, miðast við þá fjarlægð sem ferðast og í Mobility Tool linkur á reiknivél þar sem hægt að finna út fjarlægðina sem ákvarðar styrkupphæðina. Þá það einstaklingsstyrkinir eða individual support, en þeir misháir eftir löndum og dvalartíma. Og þar sem það á við hægt að óska eftir stuðningi við einstaklinga með sérþarfir og miðast á styrkur við raunkostnað. Við hvetjum verkefnisstjóra eindregið til þess að gefa öllum tækifæri til þess að taka þátt í áætluninni. Í samningnum mjög vel útskýrð skilyrði, útreikningar og fylgigögn sem þarf að halda til haga og það líka útskýrðir mögulegar tilfærslur á styrkjum milli liða miðað við úthlutunina. Þá komin að undirbúningsvinnu fyrir nemendur í þessu tilfelli, en að sjálfsögðu þarf að undirbúa verkefni starfsmanna mjög vel líka. En í nemendaverkefnum þá mjög mikil áhersla lögð á gæði og að starfsþjálfun nemenda sé metin sem hluta af námi viðkomandi þáttakanda. Og það kemur meðal annars fram í skjölunum sem gerð áður en nemendur fara í starfsþjálfun og hluti af undirbúningi náms og starfsþjálfunar. Og það ítarleg, þessi gögn, þau mjög ítarleg og það krafa að nota þau og það möguleiki að nota eitthvað skjöl sem við líka aðeins kynna fyrir ykkur hér á eftir. Byrjum að því að skoða aðeins samningin sem gerir á milli sendanda eða stýristofnunar og þáttakanda, það nemenda eða starfsfólks. En að ræða samkomulag beggja aðila verkefnið og markmið hans þessa samnings að tryggja að aðilar verkefnisins séu vel upplýstir öll praktísk atriði. Í þessum samningi líka fjallað dvalarlengd, styrkupphæð, greiðslufyrirkomulag og tryggingarnar mjög mikilvægur hluti hér. Fjallað sjúkratryggingar að þær séu til staðar með evrópska sjúkraskírteinu, slysatryggingar og fyrir nema í starfsþjálfun þá þarf að vera til staðar trygging fyrir tjóni gagnvart þriðja aðila eða ábyrgðartrygging. Síðan einnig fjallað tungumálakönnun og sem allir nemendur sem eru 19 daga eða meira þurfa að taka og tungumálaþjálfun sem stendur þeim til boða á netinu og kerfið sem heldur utan tungumála bæði könnun og þjálfunina heitir OLS. Síðan líka fjallað einstaklingsskýrslurnar sem hafa aðeins verið nefndar hér fyrr að þær eru gerðar á netinu og í samningnum hér kveðið á að það sé að þáttakendur þeir lofa og staðfesta að þeir muni gera þessa könnun á netinu.
Á heimasíðu Erasmus Plus í kafla fyrir verkefnastjóra eru grunnform þessara samninga og þeir eru eins konar sniðmát. Þannig að hver skóli eða stofnun þarf að aðlaga formið að sínu verkefni en athugið að grunnatriðin í samningnum eru lágmarkskröfur. Mikilvægur hluti af undirbúningi starfsþjálfunar nemenda er að undirrita samkomulag þjálfun eða learning agreement sem gert áður en dvölin hefst. Þetta samkomulag milli sendistofnunar og móttökustofnunar og þáttakanda og markmiðið að skýrt sé hvað nemandinn skuli gera í þjálfunni og hvað hann eigi að læra. Quality commitment eða gæða viðmið eins og við köllum það hluti af þessu samkomulagi en í þessum hluta þar verkefni og ábyrgð allra aðila útskýrð. Ég vil einnig aðeins nefna EQUET sem stendur fyrir Evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun. En markmiðið með EQUET að auðvelda nemendum að fá starfsþjálfun og menntun metna milli skóla og landa og ræða aðferðafræði til þess að formgera samstarf og til að gera skólum kleift að meta starfsþjálfun til eininga í námi sinna nemenda. Hugtakanotkunin, hún segir til hugmyndafræði kerfisins. Það fjallað hæfni viðmið eða learning outcomes, námsþætti eða units og learning outcomes, námseiningar og traust samstarfsaðila. Það heilmikið ítarefni EQUET á heimasíðu Erasmus Plus og þar einnig form fyrir skjölin en sem eru annars vegar EQUET Learning Agreement og síðan Memorandum of Understanding en Memorandum of Understanding form sem notað til að staðfesta samstarf móttökuaðila og sendanda. Góður undirbúningur fyrir ferðir starfsfólks einnig nauðsynlegur og það sérstakt form notað til þess að vinna dagskrá og framkvæmd þeirra ferða. Það líka vistað á heimasíðu Erasmus Plus, það kallað Work Program og það sem sagt form fyrir dagskrá og framkvæmd. Þetta líka unnið af sendanda, móttakanda og þáttakanda og undirritað áður en starfsþjálfun eða ferðin hefst. Það alveg nauðsynlegt að staðfesta dvöl bæði nemenda og starfsfólks. Fyrir nemendur sérstaklega mælt með að nota Europass starfsmenntavegabrifið, en fyrir starfsmenn fullnægjandi að móttökuaðili staðfesti dvölina með formlegum hætti en í báðum tilfellum þurfu staðfestingarnar að vera undirritaðar og dagsetningar dvalar að koma fram. Já, við mælum með því að nota Europass starfsmenntavegabrifið sérstaklega fyrir dvöl nemenda, en það notað til að staðfesta starfsþjálfun eða dvöl og sendandinn hann lýsir innihaldi dvalarinnar í þessu skjali og móttakinn staðfestir framkvæmd. Það þarf númer fyrir hvert starfsmenntavegabrif á heimasíðu Erasmus Plus, heimasíðu Europass sem þið finnið hér á europass.is. Það þó ekki skylda að nota Europass og stundum hentar einföld staðfesting betur og að það sérstaklega við stuttar heimsóknir starfsfólks. Hér bara dæmi staðfestingu sem alltaf þarf að vera staðfest með undirritun móttökuaðila og þessar upplýsingar sem við sjáum hérna, þær þurfa að koma fram, það nöfn þáttakanda, réttar dagsetningar, ef að ræða námskeiða viðburð, undirskrift móttökuaðila og þetta þarf að vera bréfsefni móttökuaðila og eða stimplað skjal. Og að lokum nokkur orð kynningar á verkefnunum. En verkefnistjórinn, hann sem áður sagði ábyrgur fyrir því að kynna verkefnin bæði innan skólans eða stofnunarinnar sem og utan skólans eða stofnunar. Innan skólans þarf að passa að verkefni séu sýnileg og það þurfa að vera kynningar á starfsmannafundum, á samfélagsmiðlum, fréttabréf, skólablöð og svo framvegis. Einnig mikilvægt að hafa umfjöllun verkefni á vefsíðu skólans eða stofnunarinnar. Og athugið að það skilir að setja logo Erasmus Plus á heimasíðu stofnunar. Nú utan skóla eða stofnunar þá mikilvægt að koma upplýsingum til nærumhverfis sem nýtur góðs af verkefninu og einnig að kynna verkefnið í öðrum skólum og fyrir öðrum stofnunum. Passa upp á sýnileika innan bæjarfélags ef það mögulegt og reyna að koma á framfæri kynningum í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Nýtið ykkur umræðun starfsþróun og kynningar í faggreinafundum og félögum.
og athugið að Landskrifstofu er heimilt að kynna nafn styrkþega og tilgang verkefna og styrkupphæðir. Ég hef hér stiklað á stóru atriði sem eru mikilvæg við framkvæmd á Erasmus Plus verkefnum. Ég vil biðja ykkur að endilega hafa samband ef þið hafið spurningar og leita til okkar með ráðgjöf. En það er Rannís sem er Landskrifstofu Erasmus Plus áætlunarinnar og það eru nánari upplýsingar á heimasíðu Landskrifstofunnar sem er erasmusplus.is og síðan vil ég bara gjarnan biðja ykkur að vera í samband við mig sem verkefnastjóra og annað starfsfólk Landskrifstofu ef þið þurfið stuðning eða hafið spurningar framkvæmd. Gangi ykkur vel.